Bara hjartanlega velkomin í Hlégarð. Við ætlum að fjalla hérna samgöngusáttmálann og það eru góði gestir sem kynna sig hér á eftir. Rakel Þorbergsdóttir fundarstjóri og síðan hún með frítt föruneyti frá Betri samgöngum sem að munu fara rækilega yfir samningin og síðan við með eina frá Strætó, það ekki, Heiði? Hún ekki í salnum en það Vegagerðin. Það Vegagerðin sem en Rakel kynnir þetta betur á eftir. En það má með sanni segja að það hafi verið mikil tímamót þegar að við náðum að uppfæra samgöngusamningin núna í ágúst á þessu ári eftir 1,5 árs svona, hvað ég að segja, ekki samningaþóf en 1,5 árs umræður. Auðvitað voru mestu tímamótin árið 2019 þegar samningurinn var gerður og bæjarstjórar og borgarstjóri og bæjarstjórnir og borgarstjórn hér á höfuðborgarsvæðinu náðu samkomulagi og þetta auðvitað eitt atvinnusvæði, eitt atvinnu- og samgöngusvæði hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það var mjög ánægjulegt að það hefði verið hægt að stilla saman strengjum með þessum hætti. Hins vegar kom í ljós að áætlanir voru ekki fullmótaðar og það þurfti að fara í þessa uppfærslu. Og henni lauk í ágúst 2024 með undirritun samgöngusáttmálans og það var þverpólitísk samstaða það þó að umræðan sé stundum þannig og maður upplifir það fátt sem hefur verið rætt jafn mikið og svona rökrætt eins og samgöngusáttmálinn nema vera skildi Hvalfjarðargöngin á sínu tíma ef einhverjir hér inni muna eftir allri umræðinu þau. En það sem að voru svona helstu samningsmarkmiðin fyrir utan það að fá fjárfestingaáætlanirnar uppfærðar, það var að ríkið kæmi inn í rekstur almenningssamgangna og það fékkst með þessum samningi að ríkið kemur inn með 33% hlut í almenningssamgöngum og það var mjög mikilvægt skref til þess að svona bæta þjónustuna og þjónustan verður bætt áður en borgarlínan kemur. Við förum nánar yfir það hér á eftir ekki satt, við fáum kynningu á því og þannig að þetta var svona mikilvægur áfangi. Við hér borgarlínan skiptir okkur mjög miklu máli varðandi uppbyggingu Blikastaðahverfisins og líka uppbygginguna í kringum Korputún og það örugglega margar spurningar sem að hafa vaknað hjá Mosfellingum. Voru með stóran fund Blikastaði í síðustu viku þannig að það bara algjörlega frábært að fá ykkur á þessum tímapunkti til þess að kynna verkefnið og svara spurningum. Við fengum auðvitað samgöngubætur hér í Mosfellsbæ strax í upphafi samningstímans. Svo ekkert launungamál að það var samtalið núna í aðdraganda þess að við skrifum undir samgöngusáttmálann og bæjarstjórnirnar og borgarstjórn samþykkti síðan í kjölfarið. Þetta var auðvitað skrifað undir með fyrirvara það. Það Sundabrautin. Sundabrautin skiptir okkur þó hún sé ekki inni í samgöngusáttmálanum. Þá var samtalið tekið ítrekað hana og hún skiptir okkur Mosfellinga mjög miklu máli. Við erum auðvitað að fá umferð hérna í gegn eins og allir vita, bæði þeir sem búi hér og þeir sem eru gestir, að það mikil umferð sem að fer hér í gegn á hverjum einasta degi og það mun skipta okkur gríðarlega miklu máli í samgöngum fyrir þennan bæ að fá Sundabrautina. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna og býð bara Rakel að stíga á stokk. Gjörðu svo vel. Takk fyrir mig. Takk hérna. Já, takk fyrir þetta Regína og þið hin bara öll velkomin, frábært að sjá ykkur. Við erum semst að hefja þessa fundaröð því þótt sáttmálinn hafi í rauninu uppfærslan hafi klárast í ágúst að þá hefur ýmislegt verið í gangi og þið eru fyrsta sveitarfélagi sem við erum að heimsækja. Við erum að gera þetta saman, Betri samgöngur og ég semst samskiptastjóri þar og Vegagerðin. Og þetta náttúrulega þeir framkvæmda aðilar verkefna sáttmálans og okkar tilgangur með svona fundum náttúrulega fyrst og fremst bara
að kynna fyrir ykkur þessi verkefni sem að heyra undir sáttmálan og þið sjáu kannski á þessari skemmtilegu gardínu hérna fyrir aftan mig að þetta er svona fjórskipt þessi verkefni. Það er annars vegar stoppveiðir, borgarlínan, hjóla- og göngustíga og svo umferðarstýring, flæði og öryggi og svona þeir sem hafa reynda og hafa sögt sér onni í þetta að vita að þessi tveir fyrstu eru stóru póstarnir. Það eru 42% annars vegar í stoppvegi og hins vegar í borgarlínuna af öllum sáttmálanum og þeim fjármunum sem fara í hann sem fara í þessa tvo stærstu liði. Og maður finnur það bara og ég fann það líka þegar ég tók við þessu starfi að almennt þá vitum við bara ekki nógu mikið þessi mál, þessi verkefni. Við erum öll í umferðinni alla daga en við reiðum okkur á að upplýsingunum sé miðlað og það er tilgangurinn með fundinum í dag. Og ég ætla ekki að halda áfram að mala því við ætlum bara að bjóða fyrsta í pontu Bryndísi Friðriksdóttur einmitt frá Vegagerðinni. Hún er svæðisstjóri höfuðborgarsvæðisins. Komið sæl. Það er mjög gaman að koma hingað og tala við ykkur af því eins og Regína sagði áðan að þá opnuðu við með pomp og prakt hérna Breikkun og Vesturlandsvegi fyrir, ég er að reyna að muna hvort það voru 2 eða 3 ár sem voru með formulega opnu hérna einmitt í þessum sal. En þegar sáttmálinn var undirritaður í lok árs 2019 þá var búið að hanna Breikkun og hún fór á stað í beinu kjölfari. Þannig að eiginlega má segja að stoppvegahluti samgöngusáttmálans sem snýr hérna Mosfellsbæ er lokið. En ég ætla að renna þá kannski bara örsnögt yfir önnur verkefni sem eru í öðrum sveitarfélögum áður en að við hleypum borgarlínuna sem ég hugsa sé kannski það sem þið hafi mestan áhuga á hérna í þessu sveitarfélagi. Þetta eru verkefnin sem eru stoppvegaverkefni samgöngusáttmálans. 3 er lokið, það er hérna á Vesturlandsvegi og það er Breikkun Reykjanesbrautar frá Krýsuvíkurvegi og að hérna Kaldárselsvegi og það er Suðurlandsvegur frá Vesturlandsvegi og upp að Rauðavatni eða upp að Hádegismá. Arnarnesvegurinn er í framkvæmd og hann er búinn að vera rúmt ár í framkvæmd og á tæp 2 ár eftir í framkvæmd og gert ráð fyrir að hann opni haustið 2026. Og svo erum við með 4 önnur verkefni og ég ætla að fara örsnögt yfir þau hérna. Arnarnesvegurinn er til þess að bæta tengingar. Þetta er að við erum að klára þarna að tengja Arnarnesveginn frá Hafnarfjarðarvegi út á Breiðholtsbraut. Kópavogur hefur verið í hraðri uppbyggingu þarna og neyðaraðilar hafa kvartað yfir því gegnum tíðina að það vanti þessa tengingu til þess að þeir geti verið með betri viðbragðstíma. Við fórum í að forverkana eftir að sáttmálinn var uppfærður og framkvæmdir hófust haustið 2023. Og þetta er ansi umfangsmikið verkefni. Þetta er vegtenging með 2 hringtorgum, brú yfir Breiðholtsbraut og ljósastýring gatnamótum við Breiðholtsbraut. Gangandi og hjólandi komast yfir akstursbrúna, það er sem líka stígakerfi á brúnni og svo erum við með brú yfir Arnarnesveginn sjálfan og það sem sést ekki þarna á myndinni að það er stígakerfi í Elliðaárdalnum og brú yfir Dimmu og svo eru undirgöng undir Arnarnesveginn við Rjúpnaveginn í Kópavogi og svo endurgerð á undirgöngum sem eru undir Breiðholtsbrautina. Framkvæmdir hafa gengið mjög vel. Þetta eru myndir sem voru teknar núna í snjónum í kringum jólin og hérna er hægt að sjá vegstæðið sem sett í Kópavogi, það byrjaði að sprengja fyrir því og svo er uppsláttur á brúnni yfir Breiðholtsbraut. Verkefni sem við erum í undirbúningi sem er svona kannski með stærri stoppvegaverkefnum sem við erum að horfa á núna fyrst í tíma, það er stokkur á Sæbraut. Við erum búin að vinna frumdrög og forhönnun og erum núna að vinna því að skoða skipulagsmálin og lóðamálin. Þetta krefst uppkaupa að hluta lóðum bara til þess að við getum staðið að framkvæmdinni en það er gert ráð fyrir að við getum byrjað framkvæmdi þarna kannski þegar vel leiðar er á árið 2027. Verkefni gengur sem sagt út á það að lækka Sæbrautina þannig að það verða svona hálfgerð misla gatnamót við Klessmeraveginn og hérna í suður endan er borgarlínan að koma yfir þannig að borgarlínan sem að kemur úr miðbænum og fer yfir Sæbrautarstokkin, fer í gegnum Ártúnshöfða og enda svo hérna upp í Mosfellsbæ. Þannig að þetta er tengingin eiginlega fyrir ykkur hér í Mosfellsbæ og niður í miðbæ. Þetta eru ásýndamyndir sem að hérna voru gerðar í forhönninni og sýna
hvernig verður umhorfs í stokknum. Þetta eru 2 akreinar í hvora átt ásamt blöndunareinum þar sem að- og fráreinar tengjast saman og á myndinni hérna fyrir neðan er færanleg göngubrú sem við erum að vinna því að setja upp núna til þess að tengja byggðina í Vogabyggð við gamla Vogahverfið en verður síðan hægt að nota framkvæmda tíma til þess að hleypa umferð gangandi og hjólandi yfir framkvæmdasvæði. Þannig við köllum þetta færanlega göngubrú. Þetta er eiginlega svona hálfgerðir legókubbar sem við getum púslað saman. En þetta eru náttúrulega miklar áskorunir sem fylgja þessu verkefni. Þið sjáu hérna til hægri hvernig umferðarástandið er í dag og þegar ég nefndi lóðakaupin áðan þá erum við náttúrulega líka að horfa á það að með við erum að framkvæma þá þurfum við að koma hjáleiðum og það þarf að koma umferðarflæði þarna í gegnum þetta svæði. Í næsta nágrenni eru gatnamótin við Reykjanesbraut og þetta er kannski eitt af því verkefni sem hefur verið mest talað í tengslum við samgöngusáttmálann. Það er alveg rétt að það lágu fyrir hugmyndir þegar sáttmálinn var gerður 2019 hvernig var þetta að leysa gatnamótin en með tilkomu sáttmálans er líka verið að skoða hvernig borgarlína mun aka meðfram Reykjanesbrautinu og eiginlega úr Mjódd og inn í Vogabyggð og það voru engar hugmyndir sem lágu til grundvallar því hvernig við ætlum að leysa það verkefni. Þannig við erum búin að vinna að því núna síðustu ár að finna út úr því hvernig við getum látið þetta allt virka saman og í rauninni var tekin stefnumótandi ákvörðun núna í vor hvar borgarlínan ætti að vera, var búið að skoða hafa hana í miðjuþversninu eða í kantinum og í ljós kom að það henta best að setja hann í kantinni á Elliðaardalnum sem þýðir það að við þurfum aðeins að hreyfa til Reykjanesbrautina en náum þá að setja vinstri beygju á Reykjanesbraut á brú yfir á Bústaðaveg. Þannig með þessari framkvæmda þá er verið að taka umferðarljósin á Bústaðavegi og tryggja umferð í frjálsu flæði sem sagt í vinstri beygju af Reykjanesbraut inn á Bústaðaveg og svo hægri beygjur inn og út af Bústaðavegi. Þetta verkefni er sem sagt búið í frumdrögum og hönnunarstigi okkar eru 3 þannig við höfum eftir að fara í forhönnun og verkhönnun en í uppfærðum samgöngusáttmála er gert ráð fyrir að þetta fari til framkvæmdar 2029. Annað stórt verkefni er Miklabrautin og í upphaflega sáttmálinu var talað Stokk og Miklubraut en síðasta 1,5 árið hefur verið að vinna því að gera frumdrög að Stokki og til samanburða jarðgöng og höfum verið að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að standa að þessari framkvæmd. Mér finnst alltaf gaman að sýna þessa mynda því þetta sýnir í rauninni hvernig við byggjum Stokk og þetta er bara mjög sjónrænt. Þarna er grafið upp allur götukassin og Stokkurinn byggður. Og þið sem þekki ykkur á Miklubrautinni, sérstaklega hjá Klambratún og Hlíðunum, vitið að það er ekki mikið pláss þarna. Til viðbótar er mjög mikið að lögnum ofan í jörðinni og það er verið að byggja nýjan spítala við endan á Stokknum. Þannig að það má ekki mikið út að bregða á framkvæmdatíma. Þetta var allt skoðað í frumdrögavinnunni og niðurstaðan var að það er mun hagkvæmara ef maður horfir á þetta heildstætt að fara í jarðgangagerð þarna. Þannig að það verkefni sem var ákveðið núna í uppfærðum samgöngusáttmála að taka áfram eru jarðgöng og hæðarlegan á Miklubrautinni er þannig að hún rís upp og er svona nokkurn veginn í hápunkti við Hálendisbrautina þannig að það er hentugra að taka jarðgöngin í nágrenni við Grensásveg og fara inn og koma út á sama stað og Stokkurinn átti að koma út eða við spítalasvæðið. Til viðbótar var lagt mat á það hvort ætti að tengja Kringlumýrarbrautina ofan í jarðgöngin og það er talið mjög fýsilegur kostur. Og hérna má sjá svona ásýndamyndir sem voru gerðar á frumdrögastigi og kannski taka það fram í frumdrögum erum við að vinna að skoða það hvernig við förum frá A til B og erum að velta fyrir okkur möguleikunum þannig að það er ekki búið að fara mjög dítillerað í útfærsluna sem verður fyrir valinu og það er gert að næsta hönnunarstigi. Næstsíðasta stofnvegaverkefni sem ég ætla að fara yfir er Reykjanesbrautin í Hafnarfirði og til skoðunar er að taka kaflann frá Lækjagötu og að Kaplakrika eða Álftanesveginu nýja sem er þar og skoða hvaða möguleikar eru í boði til að leysa umferðarflæðið þar. Til skoðunar er sem sagt að eiga við hæðarlegun á Reykjanesbrautinu og setja meisla gatnamót á þessi þrenn gatnamót sem eru á þessum kafla eða til samanburðar að gera jarðgöng undir Setbergshamarið. Frumdrögavinna er í gangi þarna og við gerum ráð fyrir að vera komið með niðurstöður um mitt ár og þá er hægt að skoða það heildstætt hvaða valmöguleikar koma best út. Svo er síðasta verkefnið í uppfærðum samgöngusáttmála sem er Stokkur í Garðabæ og þetta verkefni er aftarlega í framkvæmdaröðinni þannig að við erum ekki byrjuð á undirbúningsvinnu þar.
ég ákvað að fara mjög hratt yfir til þess að koma fleirum að. Mjög rasklega sem frábært, við sem nefnilega að fá En ég tek á móti spurningum eftir. Já, einmitt, góða spurningar eftir, takk hérlega. Og gjör svo vel, Cecilia Þórðardóttir næst, hún verkefnastjóri hjá Vegagerðinni. Þið sem eru frammi, þið megi endilega koma inn, það eru lausir stólar og bæði við við borð og svo hér bara alveg beint. Og svo kaffi og kleinur, bara höfum þetta afslappað og þægilegt. Gjör svo vel. Takk. Góðan daginn, svona kvöldið. Ég ætlaði svona stuttlega bara að tala ljósastýringar og umferðarflæði, kannski einbytta aðeins mér á ljósastýringunum, það er náttúrulega hangið samt sama við umferðarflæðið eins og við vitum öll. Eins og sjáið, þá eru töluvert mikið af ljósastýringargatnamótum á höfuðborgarsvæðinu, í heildina eru þau 214, þetta er líka gönguþveranir. Eins og staðan í dag, þá er nú bara ein ljósastýrð gönguþverin í Mosfellsbæ, þannig að það nú kannski lítið þetta akkurat hér í sveitarfélaginu. En að sjálfsögðu koma allir hinir kaflanir ykkur daglega lífi við, þar sem þið eru mörg hver að keyra inn á miðsvæði höfuðborgarinnar. 85 af þessum gatnamótum eru í eigu Vegagerðarinnar að hluta eða öllu leyti. Við eigum, það er nú ekki 6, það eru 7 gatnamót sem við eigum að öllu leyti, sem þýðir þá að gatnamótin eru á ljósum og það er stoppvegur Vegagerðarinnar og stoppvegur Vegagerðarinnar sem mætist. En restina af gatnamótunum eigum við með viðkomandi sveitafélagi, sem þýðir að allar uppfærslur og annað eru kostaðar sameiginlega með Vegagerðinni eða sáttmálapeningum og sveitafélaginu. Þau þurfa að leggjast til sinn hluta þá á móti okkur. Eins og ég segja, megnaðum fyrir ljósunum þá í sameign, fyrir þau sem náttúrulega í séreign hjá sveitafélagunum. Núverandi kerfi sem við notum er sjálfvirkt, heitir TAS, Traffic Actuated Selection of Signal Programs á ensku, sem þýðir að við notum skynjara á götunum og þeir finna þegar umferðinni er að aukast og þeir skipta prógram. Þannig að það er ákveðið prógram á nóttinni eða utan háannatíma, þegar umferðið þyngist á morgnana, þá kemur annað ljósaprógram inn sem forgangsraðar helstu umferðaræðunum og svo seinni partinn skiptust aftur, það er millannatíma prógram og svo háannatíma seinni partinn. Þannig að við erum búin að finna út hvernig við ætlum að reyna að hjálpa fólki að komast inn í bæinn og út úr bænum á háannatíma og stillum ljósin eftir því og grænatímanum. Við erum líka með grænbylgju sem einmitt forgangsraðar inn að miðsvæði Reykjavíkur og þessi helstu atvinnusvæði á morgnana og svo aftur út seinni partinn. Meiri hluti okkar ljósa er tengd við miðlæga stýritörfu sem er rekin af Reykjavíkurborg og sveitarfélögunum og Vegagerðinni saman. Og þessi tenging þýðir að ef ykkur bilun gerist, þá getum við brugðist fljótt við. Þau ljós sem eru ekki tengd, þá þurfum við að rauninni bíða eftir símtali. Þannig að það er mjög mikilvægt að tengja þessi ljós við kerfið og við erum að vinna í því með okkar uppfærsluáætlun. Og svo eru þessi skynjarar sem við notum og þeir ofan á grænbylgjuna og ofan á allt annað, þá geta þeir veitt meiri grænan tíma þar sem þess er þörf ef að skynjarinn skynjar fleiri bíla á ákveðnum leiðum. Og svo er það sem snýr að samgöngusáttmálanum. Í kjölfar undirritunar samgöngusáttmálans 2019 var erlendur ráðgjafi fengið til að taka út kerfi hjá okkur, miðlæga stýritörfu og TAS og allt þetta. Og niðurstaðan var sú að kerfið er mjög gott. Þetta er mjög gott kerfi, það hefur mikla möguleika í sjálfvirkni og annað, en það mætti nýta það betur. En í rauninni erum við með í grunninn mjög gott kerfi. Í framhaldi af þessu þá fengum við að stað verkefni með ráðgjöfum og þeir hafa verið að skoða 63 gatnamót á höfuðborgarsvæðinu, þannig að fjórðung af gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu á okkar helstu lykileiðum, Miklabraut, Kringlumýrarbraut, Sæbraut og Nýbýlavegi og Breiðholtsbraut meðal annars og erum við núna að vinna úr þeim gögnum sem við fengið. Í ljós hefur komið að á mörgum stöðum er hægt að gera eitthvað til að bæta flæði og ferðatíma með því að breyta ljósastillingunum aðeins og við erum að fara að vinna í því að koma því út núna. En það er kannski ekki hægt alveg allstaðar.
Á sumum stöðum bara það mikil umferð að við erum kannski ekki að fara að breyta neitt rosalega miklu, þó þessi vissulega ykkur smá breytingar. Annað sem við erum að gera að við erum að fara yfir alla stýrikassana á gatnamótunum okkar. Það eru nokkrir sem eru frekar gamlir og þar af leiðandi ekki hægt að tengja það við stýritölvuna. Og við erum að vinna í uppfærsluáætlun til næstu 5 ára til að byrja með, til að uppfæra það sem þarf að uppfæra núna og tengja það við stýritölvuna. Og svo má kannski benda svona öðru umferðarflæði, ekki bara bíla. Við erum líka að vinna í því að bæta flæði fyrir almenningssamgöngur og erum að skoða hvar við getum sett séreinar þar sem því verður við komið. En það svona allt og sumt frá mér, svo svara ég bara spurningum á eftir. Herru, þá er stoppvegir og ljósastýringin búin og næst ætlar að koma Atli Björn Leví. Hann tók nýlega við starfi sem forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínunnar og veit allt hana. Gjörðu svo vel. Engin pressa, allt bara. Herru, komið sæl. Ég ætla að reyna að tala á 10 mínútum bara nokkuð flókið og umfangsmikið verkefni sem Borgarlínan er. Ég ætla svona aðeins að fara ofan í bara örstutt að greipa á sögunni. Það búið að vera íbúafundir, það að vísa til þess að það eru upptökur á netinu frá þeim bara í síðustu viku, meðal annars á Reykjavík. En svo bara hvað þessi borgarlína, spurning sem við fáum mikið og reyna svona að tala þessa innviðauppbyggingu og þá kannski sérstaklega það sem snýr að íbúum í Mosfellsbæ sem þá lota 1 og 6. Í heildina þetta sem sagt 6 lotur. Kostnaðarlega séð erum við að áætla sem sagt í uppfærum samgöngusáttmála þetta séu 130 milljarðar allt í allt. Lota 1 48 og 7. lotan sem að tengir þá lotu 1 við ykkur hérna í Mosfellsbæ að það 16 milljarðar. Svona til að setja eins í samhengi. Við erum að vinna á mismunandi skipulagsstigum í þessu verkefni. Það má rekja söguna svolítið svona 10 ára aftur í tímann. 2015 cirka þegar sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu taka höndum saman og mynda sér svona sameiginlega stefnu samgöngu og skipulagsmál, setja fram þessa þróunarása sem við sjáum hvernig tengja sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og þá í leiðinni hvernig við ætlum að byggja upp byggð íbúahúsnæði og atvinnuhúsnæði. Síðan koma þessir þarna í rauninni í þessu svæðisskipulagi sem við sjáum vinstra megin líka saman þessi vaxtamörk og þarna eru komnar fram hugmyndir að svona hugsa svolítið inn á við og stefna þéttingu byggðar. Síðan erum við að vinna þarna á næsta skipulagsstigi sem aðalskipulagi. Ég sýni þarna bara mynd af aðalskipulagi Mosfellsbæjar þegar við erum stödd hér. Þar svona aðeins farið nákvæmlega ofan í þetta og svo erum við með deiliskipulagsstigið sem að þar verða dítilarnir svolítið ákveðnir en eins og í aðalskipulaginu þá erum við að horfa á bara að legan á borgarlínunni verður þessa götu en ekki endilega nánari útfærsla í göturýminu. Svona aðeins til þess að setja þetta í samhengi. En þá komum við að þessu, hvað nú þessi borgarlína? Þetta auðvitað metnaðarfull uppbygging. Það óhætt að segja það. Hún hefur verið borið saman við það sem hefur verið í umræðinu og kallað BRT Light sem þá eins konar strætórein í kanti hægra megin oftast með stoppvegum og slíkt en það svona, þegar þessi ákvörðun tekin á skipulagsstiginu þá svona strax farið að horfa til þess að við þurfum að fjárfesta vel í þessum innviðum. Við þurfum að vera með sérrými að stórum hluta til þess að búa til þennan áreiðanleika í ferðatíma. Borgarlínan ekki bara sérrými fyrir borgarlínu, heldur eru við með öflugar stígatengingar líka sem að ganga meðfram sérrými borgarlínunar og veiti þannig aðgengi að stöðum og slíku sem mikilvægt. Borgarlínuleiðirnar þær auka þjónustu, það aukin tíðni og með þessari auknu tíðni og þessu sérrými þá verður til styttri ferðatími og það þar sem við keppumst við
hlutdeild í ferðum. Það talað að í dag erum við með svona cirka 4% hlutdeild í almenningssamgöngum af heildarfjölda ferða sem farnar eru og í þessu markmiðum verið að skoða með þessari fjárfestingu að þetta sé að auka þetta upp í alltaf 12% og það markmiðið. En aftur, þetta góða tengingar við strætisvagna líka af öllu höfuðborgarsvæðinu og við sjáum á myndinni þarna að þetta kannski aðeins önnur hugsun heldur en í strætókerfinu í dag sem þekjukerfi sem að leitast við að tengja innan hverfis líka en þarna erum við með stoppleiðir sem að tengja hverfin öll saman með tíðum ferðum. Þannig að það sem ég að segja, uppbyggingin verður að vera metnaðarfull og borgarlínan byggir á stefnu stjórnvalda. En svo kemur þetta af hverju ekki bara strætó. Númer 1, hann ekki í sérrými sem þessi lykill að áreiðanleika í ferðatíma sem kom inn á hann. Þarna erum við með í rauninni þrepalist aðgengi inn í vagnana, pallarnir eru upphækkaðir og það tekur ekki eins langan tíma að koma farþegum borð. Við sjáum líka bara í fjölda innganga á þessu dæmi og þarna sjáum við í rauninni líka að við erum að horfa á lengri vagna sem kemur á því að svona þessi afkastageta í þessu hágæða almenningssamgöngukerfi sem borgarlínan að við sjáum bara í samanburði við bílinn þarna í þessu tilfelli með 2 innanborðs og í samanburði við strætó að afkastagetan langmest í þessu konsepti sem á borgarlínan í raun Hún tíföld á við bílinn og skulum sjá hvort þetta myndband var ekki í gang. Það sem við sjáum fullesta borgarlínuvagnar til vinstri fara með og í samanburði við bílakarinn þarna sama fjölda af farþegum miðað við 2. Ég held ég fari ekki með rangt mál þegar ég segja að þessi 2 í bíl samkvæmt könnunum og þá erum við að horfa á svona 1,1, 1,2 mögulega í bíl. Þannig að það ekki verið að íkja neitt hérna. En svo annað, þarna sjáum við þetta plássa á þessum akreinum að þetta ekki bara ætla borgarlínuvögnum heldur nýtur neyðarakstur líka góðs af. Þannig að þetta svona þessi skilvirkni í borgarlínunni. Skulum ekki horfa á þetta aftur. Eins og ég sagði áðan að þá erum við svona kannski aðeins að framhlaða undirbúningsvinnu og hönnun og eitt af því sem verið að gera og allar lotur njóta góðs af eru hönnun skýla og brautapalla og það eru fleiri hlutir eins og bara tré og ljósabúnaður sem líka í gangi en þarna fórum við í samráði í desember við sveitarfélögin og góð þáttaka. Það búið að ákveða þessa svona lausn á skýlunum, þetta skyggni, bárujársklæðning og þess áttar en það ekki búið að fastsetja eins og liti og slíkt en það verið að vinna úr þessu og við erum í samræðum við öryrkjabandalagið meðal annars nánari útfærslur og tékka af hvort að það henti ekki örugglega öllum. Við leggjum áherslu á aðgengi fyrir alla, eða sem kallað algild hönnun. En það ekki bara þeir, við gleymum stundum svona öldruðum og slíkum hópum og auðvitað börnum og ungmennum sem að geta ekki nýtt sér bílinn. Þannig að aftur við erum að bjóða upp á val. Ætla aðeins að koma inn á þessa fyrstu lotu og í rauninni hún liggur hérna frá Krossamýratorgi upp á Ártúnshöfða, þræðir sig yfir að Vogabyggð á nýrri brú, Suðurlandsbrautina, Laugaveginn, Hlemm, sjáum hvernig þetta tengir bæði háskólasvæðin saman gegnum Vatnsmýrina og yfir á nýrri brú, yfir í Kópavog og inn að Hamraborg. Þarna erum við að segja að skipta hönnun og undirbúningi upp í svæði og erum á mismunandi stað í sjálfu sér. Við erum með 3 hönnunastig og það má segja að miðstigið sem forhönnun að við erum eiginlega svona komin með hana á það bil helmingi þessara lengdar sem einhverjir tæpir 15 kilometrar.
Þarna vorum við líka í þessum fundur sem ég voru að vísa í áðan að þá vorum við að kynna tillögu að aðalskipulagsbreytingu bæði Reykjavík og Kópavogi núna bara nýverið og svo samhliða því umhverfismatsskýrslu sem er óvenju umfangsmikil í raun og segja mér allan sérfræðingur sem að vinna þetta. Ég ætla aðeins að koma inn á Fossvogsbrúna. Þar sáum kannski fréttum að það var fyrsta skóflustunga bara í síðustu viku, lok síðustu viku. Mikið ánægjuefni og það er sem sagt framkvæmdi við landfyllingar og sjóvarnir. Það er unnið að fullum krafti hér við undirbúning útboðs á byggingu á brúnni sjálfri og við stefnum á það á fyrri hluta ársins. Síðan kannski við færum okkur hérna yfir í Mosfellsbæ að hérna var þessi fundur sem örugglega eitthvað voru á í síðustu viku og þarna er það sem sagt verið að þróa Blikastaðalandið og á deiliskipulagsstigið. Þarna er vinnslutillaga í gangi þar sem að borgarlínan þræði þessi í gegn eins og sést á þessari mynd og þarna verður gott torg við Blikastaðabæinn og maður sér fyrir sér einhvern veginn þessi tækifæri sem að þetta samstillta átak kemur með borgarlínunni og réttu skipulagi einhvern veginn að þarna sem að fyrir sér að þjónusta komi til með að dafna. Ég ætla kannski ekki að stoppa mikið við það, en þá bara að lokum að sjöttu lotunni. Við sjáum hana þarna í ljósbláum lit, hvernig hún tengir saman Krossamýratorgið sem er ný stór stöð í Ártúnshöfða og hann Steini kemur með inn á eftir með þróun á Keldnalandinu og það allt saman. Við sáum þegar við keyrðum að Korpútúnið er hafið og það er þetta deiliskipulag í Blikastaðalandinu. Þannig að við erum farin að sjá vísi að þessu. Þarna erum við á bara undirbúningsstigi, við erum í rauninni ekki komin eins langt hér eins og ég var að lýsa í lotu 1. En þarna undirbúningur er komin að stað og í uppfærslu sáttmálans er gert ráð fyrir að 2033 að þá verði þessum innviðauppbyggingu lokið. En þangað til að þá erum við að horfa á leið 15 sem að tengir byggðirnar saman og ég held með óbreyttri tíðni eða kortersfresti næstu 5 árin eitthvað svoleiðis en síðan kemur þarna inn leið ef ég fer rétt með á meiri tíðni upp úr 30-31 og í rauninni má segja bara þetta að Strætó er náttúrulega að nýta sér þessa innviði eftir því sem að verkið vinnst og þá eins og við sjáum að fyrstu lotu frá Krossamýratorginu og svo framvegis. Þannig að já, ég held að ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Atli eins og aðrir svarar auðvitað spurningum á eftir en næst ætlar að koma í pontu Katrín. Við uppfærslu sáttmálans þá var ákveðið að setja töluvert meira fjármagn en áður var hugsað í einmitt hjóla- og göngustíga. Því það er rétt að kannski að skjóta því af að það er ekki margir sem átta sig á því að það er ótrúlega fjölgun sem hefur orðið bara á síðustu 10 árum. Maður hefði ekki trúaði með þess að fyrir 20 árum að fólk væri hjólandi í vinnuna allt árið kring, en það er bara staðreynd. Takk fyrir. Já, það er gaman að vera komin hingað og fá að segja ykkur frá hjóla- og göngustígum, en samgöngusáttmálinn áætlar að fara í uppbyggingu á 100 km á hjóla- og göngustígum og þessir stígar tilheyra þá stofnhjólaneti höfuðborgarsvæðisins og við viljum hafa þá stíga þannig að það er sérstakur hjólastígur og svo sérstakur göngustígur með einhverjum aðskilnaði. Með því þá erum við að auka öryggi, ekki síst þeirra sem að ganga og tryggja ákveðin gæði og fáum þannig fleiri til að nota þessa innviði og við sjáum hér á þessari glæru nokkur góð dæmi af stígum sem hafa verið fjármagnaðir með samgöngusáttmálanum og tilheyra stofnhjólaneti höfuðborgarsvæðisins. Og það er líka gaman að segja frá því að þessi stígur sem við sjáum hér á þessari mynd, hann er bara rétt hjá í Mosfellsbæ og hluti af þessi stofnhjólaneti og var fjármagnaður
í gegnum samgöngusáttmálann og liggur milli Varmár og að Leirvogstungu og tengir saman hverfin þar svokallaðan ævintýragarð. En ég ætla sem sagt að segja ykkur aðeins bara frá stöðunni í þessu verkefni, uppbyggingu stofnhjólanetinu og hvað framundan og fara aðeins í gegnum hvað við erum búin að gera líka. En þetta verkefni hófst í byrjun árs 2020 og það var stofnaður vinnuhópur og í þessum vinnuhópi voru fulltrúar frá þessum 6 sveitarfélögum sem að koma að samgöngusáttmálanum ásamt fulltrúar frá Vegagerðinni og við fengum það verkefni að skilgreina stofnhjólanetið fyrir höfuðborgarsvæðið, horfa á höfuðborgarsvæðið í heild sinni og að sjá hversu mikla framkvæmdir við gætum farið í með því fjármagni sem eru veitt í verkefnið og svo að forgangsraða þessum framkvæmdum. Og hér sjáum við niðurstöðuna á þessu verkefni. Þetta stofnhjólanet höfuðborgarsvæðisins og þarna í byrjun árs 2020 þá var nú þegar búið að gera þó nokkuð af stígum sem við töldum þá að vera tilbúna. Það er að segja að þú komnir sérstakir hjólastígar og sérstakir göngustígar sem þá sýndir með svona breiðum gráum línum á þessu korti. En fyrsta framkvæmdin sem var fjármögnum með samgöngusáttmálanum voru stígar við Geirsgötu í Reykjavík og við sjáum með lítilli grænni línu á þessu korti. 2021 þá bættust við stígar við Eiðsgranda og við Bústaðaveg. Svo kom fínn taktur í verkefnið árið 2022. Þá klárum við undirgöng við Litluhlíð og fórum í uppbyggingu á stígum við Fífuhvammsvegi í Kópavogi og gerðum stíga líka í Elliðaárdal í Reykjavík. Og svo var þetta verkefni hér í Mosfellsbæ að gera stígakerfi á milli Varmár og Leirvogstungu og gerðum einnig 2 nýjar göng- og hjólabrýr hérna í ævintýragarðinum í Mosfellsbæ. Árið 2023 þá bættust við framkvæmdir við Ánanaust og þið sjáið þetta svona púsluspil en þessi litlu púsl mynda svo heildstæðari leiðir eins og þegar við vorum búin með þessa framkvæmdir við Ánanaust þá voru komnir aðskildir göng- og hjólastígar frá svæðinu Granda svæðinu í Reykjavík og út að Gróttu í Seltjarnarnesi. Og svo klárum við framkvæmdir við Bústaðavegsbrúna og svo voru heilmiklar framkvæmdir líka við Sprengisandsvæðið, meðal annars gerðum við undirgöng fyrir gangandi og hjólandi þar og svo voru gerðir nýjir stígar við Strandgötu í Hafnarfirði. Þetta svo staðan á uppbyggingunni eins og sakir standa. Við kláruðum stíga þarna við Suðurhlíðar sem tengir stígakerfi Kringlumýrarbrautar við stígakerfi Fossvogi núna síðastliðið haust og glæsileg undirgöng við Arnarnesveg, þeim framkvæmdum lauk núna síðastliðið vor og eins og þið sjáu þá höfum við komið víða við og við erum búin að framkvæma 10 kílómetra af aðskildum göng- og hjólastígum. Við erum búin að gera 3 undirgöng fyrir gangandi og hjólandi og 2 brýr fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Og það heilmikið í gangi núna, við sjáum það með gulum línum. Við erum í framkvæmdum þannig við Skógarhlíð í Reykjavík og vonandi klárum við það núna í vor og þegar þeim líkur þá verður komið aðskilið stígakerfi eftir öllum Bústaðavegi. Við erum einnig í heilmiklum framkvæmdum þarna rétt norðan við Breiðholtsbraut í Elliðaárdal. Þar erum við að byggja 2 nýjar brýr. Önnur þeirra er við Grænugróf og hinn við Dimmu, við svo Bryndís nefndi áðan og þær framkvæmdir klárast núna í vor og svo er þetta mikla stígakerfi sem mun byggjast upp samhliða nýjum Arnarnesvegi sem að Bryndís kom líka aðeins inn á áðan. Það er nú ýmislegt líka í undirbúningi og þessar bláu línur sem birtast hér, það eru langt á veg komnar í undirbúningi og vonandi sjáum við þessar framkvæmdir hefjast núna í ár. Svo sýna þessar bleiku línur þá stíga sem eru á áætlun, en eru skemmra veg komnar í undirbúningi. Og svo munu koma göng- og hjólastígar samhliða borgarlínu svo Atli sagði okkur frá. Og þeir stígar eru þá hluta á þessu stofnhjólaneti höfuðborgarsvæðisins. Hér sjáum við hvernig lota 1 mátast inn í stofnhjólanetið með svona ljósblárri mjórri línu og þá er þetta nú orðið ansi skrautlegt kort hjá mér. En ef við setjum þetta allt í einn lit þá sýna sem sagt svörtu línurnar þær leiðir sem eru fjármagnar með samgöngusáttmálanum og tilheyra þá stofnhjólaneti höfuðborgarsvæðisins. Og eins og við sjáum þá myndast góðar leiðir þvert á sveitarfélagsmörk sem birtast hér með bleikum línum og tengja saman sveitarfélögin og helstu hverfi innan þeirra. Að mínu mati þá er höfuðborgarsvæðið bara svolítið tilvalið að stærð til hjólreiða. Þetta er frekar auðhjólanlegar vegalengdir.
Það ekki nema 10 til 12 kílómetra svona endan á milli frá austri til vesturs og norður til suðurs. En öllum góðum reglum fylgir náttúrulega ein undantekning og það kannski Mosfellsbær í þessu tilviki. Það kannski aðeins lengra að sækja þangað, en það þó hægt að fara ansi langt á þessum 10 til 12 kílómetrum. Og við sjáum það að það heilmikið sótt til Mosfellsbæjar á hjóli og þeim sem búa í Mosfellsbæ hjóla líka mikið til Reykjavíkur og nágranna sveitarfélaga. Við sjáum það á teljara sem staðsettur við Úlfarsvell í Mosfellsbæ. Það hjólað allt árið í kring eins og Rakel kom inn á og meira að segja í myrkustu og köldustu mánuðunum, vetrarmánuðunum. Það heilmikil trafík á vorin og haustin. Mest hún þó á sumrin og hún mældist mest í ágúst 23, þá voru tæplega 6.000 ferðir farnar á hjóli og það hlýtur að skipta máli upp á umferðin og annað. Við sjáum það að með tilkomu rafmagnshjólana sérstaklega þá eru hjólandi vegfarendur, þeim bara að fjölga jafnt og þétt og ég skil það vel að því að vegalengdir þar verða auðhjólanlegri, brekkur, hæðir og hólar, þeir verða auðveldari yfirferðar og svo verður líka veðráttan minni áskorun. Þannig að við vonumst náttúrulega til þess að með því að byggja upp þetta mikla stofnhjólanet að þá fáum við fleiri til þess að hjóla. Og ég ætla að enda þetta erindi á þessum 2 myndum hérna úr Mosfellsdalnum, eða Mosfellsbæ í hérna ævintýragarðinum. Ég get ekki ímyndum annað að sé yndislegt að hjóla þarna á góðum degi, saman hvort það sé á vetri til eða sumri. Þannig að ég hvet ykkur öll til þess að fara þannig. Já, þetta sé ekki lengra hjá mér. Takk fyrir þetta, Katrín Halldórsdóttir. Ég glemdi að segja að hún náttúrulega nýr forstöðumaður hjóla- og göngustíga. Já, við erum komin að þeim lið sem að hann verið mjög stuttur en hann gríðarlega mikilvægur því þegar að farið með almannafé þá skiptir máli að framkvæmdir fari ekki fram úr sér og Þröstur ætlar að útskýra hvernig við reynum að tryggja það. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég ætla aðeins að fara í gegnum það verklag sem við erum að beita til þess að undirbúa og halda utan þessar framkvæmdir allar. Viðfangsefnið í raun og veru verkefna stjórnsýsla. Það svona samheitið yfir þetta, hvernig maður stendur að slíkri vinnu. Hún felst í raun og veru í skipulegu verklagi og hvort sem við erum að horfa á undirbúning eða áætlanagerð eða kostnaðarstýringu eða þar fram eftir göttunum. Þannig að við erum með mjög stýrt verklag alla þessa ferla, allt þetta dæmi og bara svona sem dæmi breytingar, ef það kom upp hugmyndir breytingar, eitt af þessum breytingum sem komið til þess upp í borgarlínu vinnunni var tenging Hörpu við fyrstu lotu borgarlínu. Þá tökum við slíkar hugmyndir og við greinum þær og við greinum hvað áhrif það hefur á kostnað, tíma og síðan þá þjónustu og við vinnum með það og komum því þá til bærra aðila sem hafa í raun og veru heimildir að hver á sínu sviði til þess að taka slíkar ákvarðanir. Þannig að það mjög mikilvægt að fólk sem tekur slíkar ákvarðanir breytingar, það hafi umboð. Og þessa breytingu sem ég nefndi svona sem dæmi, hún fór alla leið upp til eigenda, hún fór upp til Regínu og allra sem að sitja í raun og veru í stjórn SSH sem í samþykktum samgöngusáttmálans. Þannig að við erum með mjög stíft verklag í þessu og það mjög mikilvægt. Þannig að við greinum þetta og við sjáum þarna svona ákveðin kvörn sem fer í gang hjá okkur, svona skematíst. Nú, við erum með alls konar áhættugreiningar, við erum með svona hefðbundnar áhættugreiningar þar sem við erum að greina pólitíska áhættu, við erum að greina umhverfisáhættu, innkaupaáhættu og svo framvegis. En við erum líka með umferðaröryggisgreiningar sem að Bryndís og Katrín hafa svona kannski haft veg og vandað og þekkja betur. Við erum með byggingarhæfisgreiningar þar sem við erum að greina í raun og veru hvernig við ætlum að standa að verki í raun og veru, hvort að við höfum tækifæri til þess að gera betur í efnisvali, í aðferðafræði við framkvæmdir og svo framvegis og ekki síður í raun og veru hvaða áhrif framkvæmdirnar okkar hafa á umferð
bæði gangandi, hjólandi, akandi og ekki síður neyðarumferð í raun og veru á framkvæmdatíma. Þannig að við erum að greina þetta allt og leita tækifærum í raun og veru til þess að gera betur og bæta okkar hönnun og verklag. Kostnaðaráhættugreiningar eru svolítið svona nýjunga í þessum opinberu framkvæmdum og við tökum í raun og veru allar okkar kostnaðaráætlanir og greinum hverjar eru áhættunar, hvaða þættir í verklegu framkvæmdunum geta hugsanlega kollvarpað þeim, annaðhvort aukiðar eða minnkað. Dæmi Bryndís sýndi okkur góða mynd áðan af uppgreftri á göngum, fyrirgefið á stokkum og það var eitt af stóru áhættuþáttunum og partur af þessum greiningum sem við erum búin að fara í gegnum var þess valdandi við ákváðum að leggja til göng í staði fyrir stokk. Þannig að það er svona partur af því sem kemur út úr þessum greiningum okkar. Og síðan erum við með alls konar valkostagreiningar fyrir val og lausnum þar sem við erum að horfa inn í hagkvæmni, við erum að horfa inn í umferðaröryggi, við erum að horfa á þægindi og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta er svona partur af þessu stýrða verklagi okkar. Ef við förum aðeins í áætlanagerðina, kostnaðaráætlanagerð sem er eitthvað sem við leggjum mikla áherslu á að vanda og vanda vel til verka, að við erum að beita svona alþjóðlega viðurkenndum aðferðafræðum. Við erum ekki í sjálfu sér kostnaðaráætlanagerð er engin ný vísindi, við magtökum og við hönnum og við gerum finnum út einingaverð og eitthvað svoleiðis og svo reiknum við þá heildarkostnað. Það sem er nýtt er, eins og ég sagði áðan, að við tökum og við leitum að hvaða áhrifaþættir það eru í raun og veru í framkvæmdunum sem geta kollvarpað þeim og hent þeim út í aðra hvora áttina. Síðan förum við gegnum tölfræðilegar greiningar og þið sjáu hérna niðri eru hérna svona líkindakúrfur og við erum í raun og veru að byggja okkar áætlanir þá út frá svona mestu líkindum. Þannig að það er svo aðferðafræði sem við beitum. Við erum að miða við alþjóðlega aðferðafræði frá alþjóðasamtökum kostnaðarverkfræðinga, AACE, og það til gamans má geta þess að árið 2022 fóru samtök iðnaðarins, félag ráðgjafarverkfræðinga, félag arkitekta og félag verktaka í raun og veru í sömu vegferð og við byrjuðum á 2021 og þið getur fundið nánar upplýsingar þessa aðferðafræði inn á kostnaðar.is. Þannig að við erum í raun og veru alveg í samræmi við það sem að best er að gerast og þá þróun sem er að eiga sér stað annar staðar í þessu þjóðfélagi varðandi áætlanagerð fyrir verklega framkvæmdir. Þá komum við frá mér. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Þröstur Guðmundsson. Og síðastur ætlar að stíga á stokk, Þorsteinn, og hann ætlar að fara, Þorsteinn Hermannsson, hann ætlar að fara yfir Keldnalandi. Ég ætla að láta þig alfarið að útskýra hvað það snýst allt saman. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, þetta er mikið að kynningum, ég er með örfáar glærur Keldnaland. Keldnaland tengist samgöngusáttmálanum og þessu öllu þannig að betri samgöngum þetta land sem var í eigu ríkisins og hefur verið í eigu ríkisins að Keldum og Keldnaholti, að betri samgöngum árið 2019 í samgöngusáttmálanum falið að annast þróun og sölu ríkislands að Keldum. Og það kemur skýrt fram að í raun og veru allur ábati af þróun og sölu þessa lands á renna óskertur til verkefna samgöngusáttmálans. Þannig að þetta er hluti af fjármögnunarhlið ríkisins á samgöngusáttmálanum, er sala og þróun á þessu landi. Í raun og veru má segja að það var búið að vera frá heimild í fjárlögum frá því held ég 1990 til að selja Keldur sem þróunarland, þannig að það var kannski komin tími til að fara að hefja þessa þróun. Samtals eru Keldur og Keldnaholt, það land sem er í eigu betri samgangna, 116 hektarar, þannig að þetta er mjög stórt landsvæði á höfuðborgarsvæðinu og ef ég man rétt þá eru Blikastaðalandið sem hefur verið til skipulags 85 eða 90 hektarar, þannig að þetta er stór landsvæði hér sem umræðir bæði Keldur, Keldnaholt og Blikastaðalandið. Í svæðuskipulagi eins og Atli kom inn á áðan þá er þetta landsvæði á þessum þróunarás sem að Lota 6 í borgarlínunum mun fara og þarna á samkvæmt svæðuskipulagi og aðalskipulagi rísa þéttbýlt hverfi með blandari byggð íbúða og atvinnustarfsemi og við erum búin að vera að vinna í þessu síðan 2021 af undirbúningsrannsóknum og annað. Það þarf að heilmiklu að huga þegar kemur að því að taka nýtt landsvæði undir byggð eða þróa nýtt landsvæði og skipuleggja og fórum árið 2023 í alþjóðlega samkeppni með Reykjavíkurborg hvernig þetta svæði gæti þróast og byggst upp.
og í þessari samkeppni þá bárust 36 tillögur og þetta var eiginlega einn stærsta samkeppnin eða stærsta svona samkeppni sem hefur farið í hérlendis frá því að farið var í samkeppni með Vatnsmýrin á sínum tíma, held ég að hafi verið 2004 eða 2005 og það bárust 36 tillögur allstaðar áður heiminum í þessa samkeppni og sigurvegarinn var sænska arkitektastofan FOIAB með verkfræðistofuna Ramböll í ráðgjafarhlutverki. Við sjáum hér svona þrívídda líkan af þeirra tillögu. Hún gerir ráð fyrir 3-5 hæða byggð fyrir tæplega 12.000 íbúa og atvinnustarfsemi sem mun veita 8.000 störf. Þannig að þetta stórt og mikið landsvæði, það er talað þéttingu byggðar, það var að tala þéttingarreit og fleira, þarna erum við að tala íbúafjölda og annað sem á við Árbæ, Norðlingaholt og Ártúnsholt allt saman og held ég í Grafarholti og Úlfarsárdal í dag búa eitthvað 9.000 manns, þannig að þetta er mjög stórt svæði og mikil uppbygging þarna fyrirhuguð. Borgarlína sýnt þarna með rauðu, hún mun ganga eftir landinu endilöngu og á að vera mjög mikilvæg þáttur í því að þetta sé í raun og veru hægt að byggja á þessu svæði, verður mikilvæg þáttur í samgöngum að og frá svæðinu og í raun og veru útgangspunktur þá líka í skipulagi byggðarinnar að þarna eiga að vera 3 borgarlínustöðvar á svæðinu. Hér sjáum við svona myndir frá arkitektunum úr þessari skipulagstillögu af í raun og veru þó Keldnalandið sé í heild sinni eitthvað 116-17 hektarar sem ég sagði áðan, þá í raun og veru uppbyggingasvæði sem ræðir innan við 70 hektarar, þannig að það mjög mikið skilið eftir af stórum og miklum grænum svæðum og mikið rými í raun og veru, en það eðlisins samkvæmt þá byggt þétt meðfram borgarlínuásnum, en það skilið mikið eftir af grænum og opnum svæðum og mikil áhersla lögð á aðgengi fólks að grænum svæðum í þessari tillögu. Sjáum hér mynd sem það sem hort í áttina til, þetta að vetri til eins og arkitektarnir sjá fyrir sér þetta gæti orðið. Þannig að sjáum við borgarlínuvagn á leiðinni úr Mosfellsbæ niður til Reykjavíkur, sýnist mér, hann ekki að fara í hina áttina og Esjan í baksýn og svo framvegis. Þannig að þetta svo hugmyndafræði og það sem verið að vinna með í þessari samkeppni og svo tillaga sem var valin til frekari þróunar. Við síðan í fyrra þá búin að vera í skipulagsferli sem byggir þá á þessari vinningstillögu og þið sjáum kannski þarna myndinni til hliðar að það svolítið langt í land, það þarf heilmikið að raungerast áður þessi þrívíddarmynd arkitektanna verður að veruleika. Og það stefnt núna á að rammalhluti aðalskipulags Reykjavíkur fyrir þetta svæði verði staðfestur árið 2026. Í upphafi samgöngusáttmála gert ráð fyrir uppbygging borgarlínu Keldnaland og Blikastaðaland, þar segja leggurinn frá Ártúnshöfða og alla leið hingað í Mosfellsbæ verður byggður á árunum 28 til 32 eða 33 og það raun og veru við getum sagt eini leggur borgarlínunnar sem hefur ekki verið að frestast miðað við upprunalega samgöngusáttmála þessi leggur af því að hér stór og mikil uppbyggingarsvæði sem þarf að þjónusta strax frá upphafi. Það gert ráð fyrir í úthlutunaráætlun Reykjavíkurborgar að þarna verði hægt að fara úthluta byggingarhæfum lóðum fyrir húsnæði árið 2028. Það ennþá alveg 3 ár í það en það heilmikið að skrefin sem þarf að stíga þangað til í skipulagsvinnu og undirbúningsvinnu og líka ljóst aftur, þetta mjög stórt og fjölmennt hverfi að þetta verður í uppbyggingu langt fram á næsta áratug. Þetta 10-15 ára verkefni að byggja upp svo stórt hverfi með við reynslu okkar hérlendis. Það ekki hrist fram úr erminni og þannig að það þarf að skipta, leikt á þau þekki úr Blikastaðalandi, það þarf að skipta þessu svæði upp í miklu minni áfang og svo framvegis þannig að þeir séu viðráðanlegir bæði í skipulagi og uppbyggingu. Fleira það ekki, Keldnaland í bili. Takk. Já, þá höfum við tæmt dagskrána en ég vona að menn séu með einhverja spurningar og það væri kannski bara best ef þið allavega réttið upp hönd eða jáfnvel standið upp og allir reiðubúnir til að svara. Hver ætlar að ríða vari? Það bara allt komið og klárt? Aðeins bara að bæta við mig að því ég talaði strætó, þannig að við auðvitað að fara að fá fjármagn inn í strætó núna strax frá ríkinu og það á að auka þjónustu, þannig ég hjó eftir því allir og búin að vera í millitíð inn að fá staðfestingu frá framkvæmdastjóra SSH.
það auðvitað að verða ákveðin svona þjónustu aukning þó hún sé ekki alveg komin á blað hvernig hún verður nákvæmlega fyrir 2030, ég hrökk aðeins við, en það engin... Já, við erum líka með fulltrúa frá Strætó í salnum, ég var ekki búin að biðja hann að halda formlegt erindi, en ef það einhverjar beina spurningar, þá þekkir hún leiðakerfið manna best. Ljómandi, þannig að það væri gott að fá svona aðeins umræðum það, og síðan fannst mér líka vant aðeins í máli að þetta en hann kom inn á það með það að þetta semst áfanginn til okkar, þá hann heitir 6, þá þetta ekki 7. áfangi og ég aðeins búin að biðja ykkur að laga töluna. Þetta í raun og veru 2. eða 3. áfangi, þannig að ég vildi bara svona hafa sagt það. Takk. Takk fyrir þetta, Regína. Þú, já, kannski bara nafn og spurningu? Já, ég Aldís. Já. Sæl. Ég langaði bara að spyrja hvenær Mosfellingar geta átt von á því að finna fyrir þessum samgöngubótum. Ég veit að við erum að horfa svolítið langt fram í tíman svona, en við mörg sem að vinnum í bænum finnum verulega fyrir þessu, sæl. Þau glottað svolítið að við vinnum allir í sama húsi. Og alla sekkur á bílnum. Sumir hjólinu. Og ég mig grunar einhvern veginn að þetta eftir að vera verra áður en þetta verður betra. Þannig að mér langar bara aðeins kannski að spyrja, þegar það verður farið í að byggja eins og stokk yfir Sæbraut, þá munum við klárlega að finna fyrir því með einhverjum töfum og því. Þannig að ég svona hugsi yfir þessu og spurningin eiginlega í rauninni hvað ef eitthvað verður gert bara mjög fljótlega? Já, og hvenær munum við finna fyrir því að eitthvað fyrir að fara léttast? Já, ef við kannski, af því að ég held að hvað var það framkvæmdirnar að þá var Bryndís búin að fara yfir eitthvað. Ég svona að hugsa upp á hver bestur í að svara þessu, af því nærtækustu aðgerðirnar eru í rauninni þær breytingar sem eru að verða hjá Strætó. Væri ég að koma aftan að þér ef ég væri að biðja að koma og segja okkur kannski bara örstutt hvað að fara að gerast fyrst, áður en ég fer svo í hina? Já, komið sæl. Já, það sem sagt plönuð núna þjónustu aukning á þessu ári, eða gert ráð fyrir henni, og inn í því í rauninni aukning á tíðni meðal annars, og það fyrir, hvað segir? Já, fyrir Mosfellsbæ þá í rauninni gert ráð fyrir aukningu á tíðni á leið 15 yfir miðjandaginn, þannig að hún verði allan daginn á 15 mínútna tíðni, ekki bara á annan tíma. Og það þá í rauninni þjónustan sem verður núna næstu árin, en síðan þegar fyrstu lótu borgarlínu lýkur, þá í rauninni breytist leiðakerfið, þannig að það kemur inn þessi leið E, sem að mun í rauninni nýta fyrstu lótu borgarlínunar þegar hún kemur inn að Krossamýratorgi. Þannig að hún mun í rauninni keyra Vesturlandsveginum og fara svo að nýta borgarlínu innviðina alla leið niður í bæ. Þannig að í rauninni mun leiðin sem fer í Mosfellsbæ nýta lótu 1 líka, þannig að þjónustuaukningin kemur strax þá að einhverju leyti. Þannig að það verður sérrými og ekki þessar umferðartafir þá þú ert komin inn í Reykjavík. Og þessi leið verður semst á tímnatíðni á annar tíma, semst leið E. Þannig að strax þegar fyrstu lótu borgarlínu lýkur, þá eykst tíðnin í Mosfellsbæ og leiðin nýtir borgarlínu innviðina að hluta. Og svo í framhaldinu þegar lótu 6 lýkur, þá mun leið E verða borgarlínu leið og fá 7 mínútna tíðni á annar tíma. Þannig að það svona plönin eins og staðan í dag. Á ekki alveg hvernig byrja 15 mínútna tíðni? Það á að gerast á þessu ári. Það ekki búið að ákveða nákvæmlega hvenær, en já. En þessi leið er? Það þá, 2031, eða ekki? Já. En það líka búið að vera að plana að 15 fari jafnvel að keyra fyrr. Við erum að skoða möguleikann á því að vera með innan bæjarvagna meðan þú ert í Fæðingarorlofi. Þannig að það gæti, það alltaf verið að reyna að finna leiðir. En þetta svona allan það sem svona ákveðið í dag. Takk kærlega fyrir þetta. Það spurning við erum með Davíð Þorláksson, framkvæmdastjóri á Betri samgangna. Viltu bæta einhverju við varðandi svona framkvæmdarhraða og hvað mun
hvað fólk mun finna fyrst fyrir? Já, bara almennt að þetta ýmislegt búið að gerast. Það búið að tvöfalda Vesturlandsveginn hérna í gegnum bæinn. Það búið að gera hjólastíg hérna eins og það hefur áðan. En byltingin, það verður mikil breyting þegar að Strætó getur farið að nýta þetta aukna fé frá ríkinu sem kemur strax inn á þessu ári. Þó liggi ekki fyrir nákvæm tíðsendingar, en það verður á þessu ári. En stóra byltingin verður ekki fyrir en að fyrsta átta borgarlínunar komin og þó að hún nái bara upp á Höfða. En það mun, eins og Ragnheiður nefndi að mun þeir innviðir nýtast öllum. Þannig að það mun nýtast 15 eða eins og það kallað þegar hún kemur að Höfðanum þá á hún greiða leið í gegnum höfuðborgarsvæðið það. Þannig að, þetta rosa flotta glærur og þetta allt verður svona jákvæð og svona en verður bara að hafa því miður að gera okkur grein fyrir því að svona verkefni bara, það engar töfralausnir í þessu. Ef það væri einhverjar töfralausnir, það væri búið að fara í þær. En það bara því miður þetta bútasaumur af mjög mörgum aðgerðum og engar stóra byltingar alveg á næstunni. Nema bara að fólk fara að keyra minna. Það var eina byltingin en við gerum okkur engar væntingar það. Það bara staðan. Á meðan að fólk keyrir mikið og ekki í mörg saman bíl, þá verður mikil umferð. Alveg sama hvað við reynum að gera eftir fremsta megni. Þannig að það bara staðan. Má ég spyrja, hvaða ári gert ráð fyrir að eitt komist upp á Hrafnsmýrartorg? 2031. 2031. Já. Varst þú ekki með spurningu hérna fremst? Ég þótti að spyrja þegar þessi borgarlínu kom til framkvæmdar og gengur hérna upp í Mosfellsbæ að hvernig nálgast fólk línuna sem býr hérna í útjaðrinum? Það gangandi eða einhverju vagnar sem að flytja okkur eða hvernig virkar þetta? Svona innan bæjarfélagsins? Já. Það eru áfram náttúrulega leiðir sem að, vilt þú, það nógu standi bara upp, þetta er svo óformlegt. Borgarlínuleiðin sem við tölum fer að hluta gegnum Mosfellsbæ, þannig að einhverjum íbúar muni geta nýtt hana bara beint. Og svo líka gert ráð fyrir innanbæjarleið sem einhverjum Mosfellsbæjar og tengist borgarlínuleiðin. Af því að hugsunin með borgarlínunni að þetta eru svona stofnæðar sem að eiga að fara og munu fara hratt í gegnum þessa bara helstu sveitafélögin. En svo mun Strætó náttúrulega áfram vera með sitt svona þekjandi kerfi, það því kallið það, sem að inni í hverfunum og byggðunum. Þannig að þetta og það náttúrulega líka félag sem að kemur til með að stýra hvoru tveggja þegar fram í sækir. Gjör svo vel? Já, Haukur heiti ég. Ég var að spyrja þessi nú er rosalega lengi lagt áherslu á Strætó og almenningssamgöngur. Út fyrir 10 ára síðan held ég var gerður samningur við ríkið. Þeir settu milljarða á ári í Strætó og notkunni jókst ekki neitt. Og samanskapið hefur ekkert verið gert í umferðarmálum á höfuðborgarsvæðinu á þeim tíma. Við erum að tala 4% sem fer í Strætó. Þannig að 96% keyrir hérna á milli. Og næstu 10 árin á það kannski aukast í 12% Strætó, 80 og 4%, 86%. Út líka með hjólreiðamenn, þeir nefnilega eru farnir að tikka, sjálfsögðu ekkert í samanburði við bílana. Já, en við erum að byggja upp Bleikastöðin og Keldnalandið og þar munu vera 12.000 íbúar, 10.000 bíl þá með þetta. Á ekki að gera í umferðinni niður í bæ, Ártúnsbrekkunni. Jú, það náttúrulega þessar stoppvegaframkvæmdir sem eru í rauninni 42% af sáttmálanum, alveg eins og borgarlínan. Nú ég farin að svara það sem að sérfræðingarnir í rauninni ætti að vera að svara, ekki fundastjóri. En vill einhver af ykkur herramönnum standa upp og taka þennan? Ég skal bara svara eins og þetta. Já, það var farið í okkar verkefni, settur meiri peningur í Strætó. Það skilaði ekki miklu árangri. Þess vegna því að staðan bara svo að hefðbundið strætókerfi höfuðborgarsvæðið orðið lítið en orðið stórt fyrir slík kerfi. Við þurfum að fara í næsta level sem borgarlínan. Þess vegna ekki verið að setja aðeins meiri pening í Strætó á eingöngu. Það líka verið að færa þessu uppbyggingu sem borgarlínan og það ekki svo að 96% keyrir. Það hvað 70-75% sem eru agendur á höfuðborgarsvæðinu. Það eru 4% til 5% í Strætó og svo eru gangandi hjólandi. Þannig að það eru stærðirnar. En það stendur ekki til að fara inn að stofnvegafjárfestingar meira á leiðinni frá Mosfellsbæ til Reykjavíkur.
Það fyrst og fremst verður borgarlínan sem mun leysa mjög mikið en svo þetta annað mál sem ekki rætt hér á þessu fundi en það Sundabrautin sem í einkaframkvæmd, þess vegna ekki á okkar ábyrgð. Við erum með bara ríkis- og opinberar framkvæmdir en vonandi kemur Sundabrautin líka og hún kemur líka þetta en því miður ekki, það kannski Bryndís getið aðeins aftur frá stjórnum hjá þeim. Kannski ein spurning bara á milli. Við erum að vanda með allir hérna vita hringtorki hjá Báðs. Það rosaleg farartálma, stoppar allt hérna alla móta. Ekki verið að, það ekki verið dagskrá að leysa það einhvern veginn, að flæði niður í bæði verið betur? Nákvæmlega. Kannski til þess aðeins útskýrta. Samgöngusáttmálinn gerði 2019. Hann nær bara utan ákveðnar framkvæmdir sem voru skipulagðar í samráðshóp SSH og Vegagerðarinnar 2018 minni, ekki? Og Sundabrautin ekki þar inni og ekki framkvæmdir í Ártúnsbrekkunni. En við erum að undirbúa Sundabraut núna, við erum að vinna umhverfismat, við erum að gera frumdrög og við gerum ráð fyrir að umhverfismatsskýrslan fari opna kynningunum í vor. Þá sjálfsögum mætum við hingað og kynnum þetta. En alla greiningar sem ég hef séð, ég hef setið fundi út af Blikastaðarlandinu meðal annars og þar hafa verið ítarlegar umferðargreiningar gerðar og það verið að skoða hvaða áhrif uppbyggingin hefur á umferð á Vesturlandsvegi, hvað gerist ef við setjum mikla gatnamót, hvað gerist ef við setjum Sundabraut en höldum Vesturlandsveginum óbreyttum. Og það má eiginlega segja að Sundabrautin sé betri samgöngubót fyrir umferðina á Vesturlandsvegi heldur en mislæg gatnamót. Það allavega þessar niðurstöður sem greiningarnir að sýna hingað til. Þannig að ég bara hlakka til því ég get komið hérna með umhverfismatsskýrslu með Sundabraut og við getum rætt það verkefni. En það til ekki samgöngusáttmála. Þetta var rétt sem sagt að var ég held að það sé mikið spurningum um borgarlínu sem er bara áhugavert og allt hitt líka. Mín spurning aðeins í það átt, tengist kannski aðeins líka bara sveitarfélagina, eiginlega kannski tvískipt og bara, takk fyrir góða kynningar, allt saman mjög áhugavert. Fyrst rauninni kannski það sem maður sér og við erum kannski komin í að dítil sem þú varst að lýsa á hann, að sé ekki til staðar í borgarlínu hönnuninni núna, komin upp í Mosó. En þetta náttúrulega að hugsa að þetta sé sérrými eins mikið hægt Þegar þú komir að hringtorginu út úr Blikastaðarlandinu og áður þú komir að leikskólanum og sundlauginni, þá væntanlega ertu að tala einhvers konar samrými með bílum og maður langar bara svona þess að velta því upp. Svo ég líka aðeins velta verið með svona bara í tengslu við bara svona skipulagsmál hjá sveitarfélaginu, aðalskipulagsmál, deiliskipulagsmál og rauninni miðbæjar sín. Ég kannski ekki alveg fylgjast nógu með alveg núna nýverið hvað þetta hefur verið að gerast, ég fylgist meira aðeins með áður. En svona hvernig er þetta að hugsa líka það og það er náttúrulega augljóslega að falla væntanlega hönnun í tengslu við borgarlínu af því deiliskipulagi og sín sem er miðbæjarskipulagi. Þetta er aðeins svona út úr kú kannski það en er eitthvað svona í tengingu við borgarlínu og þetta skipulagi er eitthvað svona fréttað þar. Spyr á áhuga. Atli, ætlar þú að byrja? Jú, ég vil taka þarna fyrri þetta. Takk fyrir spurninguna. Það í rauninni í frumdrögum, þá sett fram svona ákveðið kjörsnið á borgarlínu sem svolítið plássfrekt svona, sérstaklega í þröngum götum og svoleiðis eins og Hverfisgötuna dæmi. En það alveg yfirlýst markmið að fyrsta að reyna að koma þessu kjörsniði fyrir með í rauninni ekki svona kannski einhverjum algjörum lágmarksbreyttum bæði fyrir borgarlínuna, fyrir umferð bíla sem við erum þar og svo stígarnir. Þannig að ég man ekki að þetta eru hátt í 40 metrar sko, þetta snið, en því verður bara náttúrulega ekki komið fyrir allstaðar. Þannig að við erum bara ekki komið svona langt í vinnunni með nákvæmlega þessa staðsetningu sem þú varst á sko, en þetta er bara þeir ekki sömu vélina í rauninni allstaðar sko. Þannig að en það er bara auðvitað mikið keppkefli að ná þessu sérrýmum fram þar sem það er hægt til þess að búa til áreiðanleika í ferðatíma þannig að fólk noti og hugsi borgarlínuna sem alvöru valkost á þessu hlaðborði sko. Og við höfum þá þetta valinu. Og það má segja kannski í dag að ferðatíminn hérna Mosó niður í miðbæ, hann alveg þolanlegur en
Borgarlínan verður mjög mikilvægt tól í því að tækla þessa ferðaþörf þegar Keldnalandið er komið, þegar Úlfarsóttar er búin að stækka og verða ekki ábæri líka á fleiri svæði, sko. Þannig að yes. Já. Ég er þetta fyrir þannig að getur stökka þetta fram í síman en ég bara reyna best að geta taka þetta. Við erum auðvitað hér hjá Mosfellsbæ að skipuleggja eins og fram hefur komið Blikastaðaland og þar búið að skipuleggja Korputún sem atvinnusvæði og þar auðvitað gert ráð fyrir borgarlínu og þessu hágæða samgöngum sem þar að koma í þessu sniðum þannig að og helst í sérriðum þar sem hægt að koma fyrir. Það er alveg rétt hjá þér að þegar við erum komin að Lágafelslaug og inn í miðbæinn að þá þetta ekki lengur sérriði þannig en við erum engu að síður að reyna að taka frá eins og mikið pláss og við getum til þess að þetta sé þessi samgöngumáti hraðan í algjörum forgangi. Þannig að ég vona að það svari spurningum. Einhverju fleiri? Já, gjörðu svo vel. Kannski seinni hlutum spurningum? Já. Hvernig þetta fellur að bara aðalskipulega eða svona skipulega miðbæði? Gildandi aðalskipulega tekur ekki á sig en það auðvitað bara það búið að skrifa þetta inn í þau drög sem núna liggja fyrir. Þannig að þetta verður auðvitað partur af því aðalskipulagi sem að síðan ferðir saman. Vonandi seinna á þessu ári. Flott þið voru 2 þarna, já. Gjörðu svo vel. Ég heiti Ingibjörg. Aðeins áhuga á ferðatímann. Nú vinn ég vestast í Vesturbænum, svona eins langt í burt og hægt Hvað yrði ég lengi, nú borgarlínan komin, segjum það. Hvað ég lengi á leiðinni vestur og Granda? Það eru 30 stopp ef ég til rétt á leiðinni. Hvað við lengi á stoppa í hver skipti? Ég 20-30 mínútur. Ég fer ekki Vesturlandsveginn. Þetta ekki hugumótnana. Sko, í svona BRT-kerfi þá meðalhraðinn oft áætlað 25-35 km hraði á klukkustund. Ég myndi giska, sko nú bara veit ég að leiðin niður á Hlemm sé einhver 15 km. Það væri einhver hálftími gegnum alla þessa uppbyggingu sem við erum búin að tala gegnum Keldnalandið og yfir nýja brúa þetta. Eftir alla þá uppbyggingu sem muni að stað á hendi og verðir. Ég þori nú ekki fara með það hvort lengi á bílnum, sko. En ég bind mikla vonur við að þessi ferðartími borgarlínunnar muni á þessum tíma, segjum eftir 10-20 ár. Hann mun sannarlega keppa við einkabílinn. Við ætlum þessu stoppa, 30 sinnum. Já, eins og segir. Hvað stoppar við lengi, hver sinn? Það eins og myndin sýndi að lykillinn af því náttúrulega að auðvelda aðgengi fólks, þannig að það séu engir jaðarhópar að hindra og við erum með fleiri en einn inngang og allt þetta, þannig að það gengur hratt fyrir sig. Þannig að þessi hraði sem ég tala hann með stoppur. Búið að borga. Strætó. Það er maður mikið allan þennan feril, þannig að þetta gangi náttúrulega. Þetta eru vissulega nokkuð stopp. Þetta eru nokkuð stopp. Það 50 metri í strætó. Ég aldrei tekið strætó, sko, en það áætlunin í dag. En þetta verður önnur upplifun. Þetta eru miklu meiri þægindi í þessu tíma sem þetta tekur og það verður ekki þægilega. Grandi? Já. Þetta séu 30 stopp. Það fætti alveg út á Granda. Í allri notu 1 kring 24-25 stöðar. Það alveg upp á Kastnes, já. En kannski það er eitthvað færri en þessi 30, það er verður. En kannski ég fæta einu punktu við svarið, þú eru alltaf jafnleiki. Það eru áreiðanleikin sem fæst með þessu, þú ert ekki föst í annar umferð og annað. Þú getur stólað á með sérrýminu og annað í borgarlínu. Þú ert alltaf að vera jafnleiki á leiðis. Ekki háð því hvort það sé miklar tafir og þú að fara hálftíma fyrir eða seinna og svo framvegis. Þannig að áreiðanleikin skiptir líka ókostlega miklu máli í svona samgöngukerfi. Ég veit að sá áreiðanleiki þegar kemur að bílasamgöngum milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur, hann er ekki til staðar hvað þetta varðast. Það þú getur lent í umferðartöfum þar á leiðinni, svo sannarlega á ákveðnum tíma dags. Já, takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel. Já, það ég gerði ásækning með ég rámur, ég svona barka bólgu akkurat fyrir hana. En sko, við nautum svona í þessum flottum kynningur. En svona eitt sem stakk mig svolítið. Svona, ég er alltaf verið að tala að fara niður í bæ. Og vissulega
fullt af fólki erindi í bæ. Það háskólar, það ný landspítali, stóri vinnustaði, en ég til dæmis á ekkert erindi í bæ, bara 0. Ég finn í Garðabæ. Og þegar svona fyrsta kynningi var hvað að vera að gera núna, mörgum ára seinna, eftir allir niður aðilega var kvarta ítreka og jari, það er verið að tengja Kópavogur við Breiðholt. Svo þegar horfi á borgarlínu myndina, það bara svo augljósa tengingar sem vandar, bara þetta svo, því afsakið það sem búi í Reykjavík en leyfi mér að vera á Mosfellingu, að svo Reykjavík miða, eins og nafli afleiðingsins sé þar, ekki tenging á milli Mjódd og Smáralindar. Hverjum dýttir það í hug að fara að keyra Karlsnes og niður í bæ til að fara í Mjódd, ef þú ert í Smáralind. Það svona absúrt tengingar sem vandar og engin tengingi norður við, austur við þarna. Þannig að það svona svolítið spurningum þegar við erum að tala uppbyggingu svæða og uppbyggingu höfuðborgarsvæðis. Stóru atvinnusvæði á Görbútunni. Hver á að koma þangað? Hvaðan? Að fara niður í bæ fyrst, úr Garðabæ og Hafnarfirði, að fara alltaf niður í bæ, þaðan upp. Hvernig, það ef þetta getur ekki einleið leys öllum vandamál. En það svona spurning, er þetta svona, ef við horfum á korti sem hafa aldrei séð svona kannski myndrænt eins og áðan, þessi stóru uppbyggingarsvæði sem eru Norðingaholt, Kópavogur, all Breiðholt og það svona þéttingarsvæði sem eru þar líka. Hvernig hugsun svona borgarlína 2060? Kannski svona komið aðeins langt fram í tíma, en hvað borgarlína 2? Hvað næsta pæling? Takk. Já, gjörðu svo. Þetta náttúrulega búið að vera með mér hugleiki mjög mikið að því bíl einhverjum í Kópavogi við Reykjanesbrautina. Þannig að mér finnst mjög gott og gaman að fá þessar spurningar. Og ætla kannski bara að byrja að ræða þegar við fórum í að skoða nýja veganetið með strætó. Þá varst þú, Jóhanna, mjög dugleg að benda á það að Mosfellinga þyrfti að komast til dæmis í sýslumann í Kópavogi. Þannig að þetta hefur vissulega verið mikið til umræðu hjá okkur og þó að það sjáist ekki á myndinni, þá sést að borgarlínan mun aka upp í Mjódd og svo frá Mjódd og alla leiðinni Hafnarfjörð stofnleg strætó sem verður á 10 mínútna tími eða ekki, en við erum ekki fara að byggja sérrými á Reykjanesbrautinni og þess vegna sést þetta ekki á borgarlínukortinu. Við höfum hins vegar hjá Vegagerðinni undirbúið og fórum í verkefni sem var svona sérstök COVID-innspýting að skoða það hvernig við gætum komið fyrir bara svona klassísku strætóreynum á Reykjanesbrautinu og það til útfærslu því. Þannig að 2040 eða jafnvel vonandi bara miklu fyrr getum við verið komið með sérrými þarna þegar strætó fyrir að ganga á þessari góðu tími þarna. Eru fleiri spurningar? Frábært. Heyrðu, ég held við þökkum bara kærlega fyrir góðar móttökur og bara frábært að fá þessar spurningar. Það væri eins og Davíð sagði, það engar töfralausnir og við erum ekki galdramenn mætt til að bjóða upp á þær, en það náttúrulega bara eins og með allt, það þarf að skipuleggja og horfa fram á við og ég veit að við erum mörg og flest á bílum, en í okkar huga, og það kannski svona held ég ein af lausnunum sem við sem erum að vinna í þessum hópi áttum okkur á að því fjölbreyttari sem ferðavenjur okkar allra sem búum á höfuðborgarsvæðinu í Ellams í Kópavogi, að því meiri fjölbreytni því betur mun öll umferð ganga, líka þeir sem eru á bíl, og það er að bætast við 70 bílar á höfuðborgarsvæði í hverju einustu viku. Þetta er bara tölfræði. Og þú veist, þannig að það þarf að vinna í öllum flokkum og það er mikið verk framundan en það er spennandi. Þannig að bara takk kærlega fyrir að taka vel á mót okkur og fyrir góða spurningar. Takk.